Allt í lagi allt tilbúið. Hljóðnemar á hljóðstyrkur athugaður. 1, 2. Músa, þú tilbúin, þín megin? Það svo góð tilfinning að loksins vera byrjað á þessu. Allt klárt hérna megin, Sara. Kaffið tilbúið, minnispunktarnir eru, einhvers staðar undir þessum kortarhúa held ég. Gerum þetta. Frábært. Jæja, halló allir og hjartanlega velkomin í allra fyrsta þáttinn af Bergmáli. Ég Sara. Og ég Músa. Og vá, Sara, trúirðu því að við séum loksins að gera þetta? Allar þessar síðkvöldshölvindasliðjur, þessi hvað ef við myndum stofna ferðapodcast spjöll, það í raun að gerast. Ótrúlegt það ekki? Ég veit, það ekki? Það svo dásamleg tilfinning að vera loksins hérna að taka upp. Fyrir alla sem að hlusta, þá verður Bergmál okkar rými til að enduróma ferðaupplifanir okkar. Það góðu, stundum sprengklægilega slæmu og all praktisk ráð sem við höfum lægst á liðinni. Ég meina, við tvö samanlagt höfum safnað ansi mörgum flugmílum, það ekki? Guð minn góður, hvaða sögur við getum sagt? Vannmat ársins þara. Ég held ég sé einhvers staðar í kringun, 52 lönnúna. Og þú ert ekki lágt á eftir, virðist alltaf að vera að þjóta einhvern nýtt. Svo fyrir okkar stóru frumrönn, okkar allra fyrsta Bergmál, höfum við verið að takast á við eitthvað ansi tímabært og við skulum vera heiðarleg, svolítið ógnvekjandi fyrir marga. Osaka Expo 2025 getur yfirleitt ímyndaði stærðargráðan á því. Expoið. Ég hef séð svo mikið sögðum það. Og Músa, þú varst þar nýla, varst ekki? Eyðir þar nokkrum góðum dögum. Hver var þín svona fyrsta heiðarlega skoðun? Vegna þess að ég hef heyrt, misjafnar skoðanir, sérstaklega varðandi það að rata allt saman. Það hljómar eins og alvöru verkefni. Já, ég eyddi svona 3 heilum dögum í það og til að vera alveg hreinskilin, Sara, það leið mjög mikið eins og biðráða Expo ef ég á að vera alveg heiðarlegur. En, og þetta stórt en, það eru góða fréttir. Vegna þess að í dag ætla ég að deila mínum persónlegu prófuðu, sönnuðu brauðum hvernig á að sigla allt þetta miða og sýningaskála kaos. Ég nokkuð viss það að allir sem hlusta geta fengið, þú veist, mun skjettari heimsókn en mín fyrsta, köllum það eldskírn, vítlík byrjun sem það var. Biðráða Expo. Það málar svo sannarlega mynd, það ekki? Ég geti rétt ímyndað mér mannhafið. Svo, þú nefndir miða og sýningaskálabókunir. Hvaða þínu reynslu gerði þann sátt svo sérstaklega erfiðan fyrir gesti? Var það bara fjöldi fólks eða var kerfið sjálft svolítið, dýr sem erfitt var að temja? Guð minn góður. Soldið af báðu í reyninni. Svo Osaka Expo 2025 miða sýningaskálabókunir, ég meina þau geta verið sannarlega ruglingus. Þú veist, það marg lottó, heilhöllingur á mismunandi miðategundum og svo vefsíðan sem, getur verið soldið snúin í notkun vægast að sagt. Mín eigin bið, bara til að komast inn, voru afrit 40-60 mínútur. Hlýlegur bjóðandi tón, vá, trúir þú því? Nákvæmlega, og fyrir suma vinsæla sýningaskála, Sara, þá biðtíminn teygði sig upp í heila 2 tíma, geturðu ímyndað þér. Svo í dag ætla ég að útskýra hvernig á að eyða minni tíma í bið og meiri tíma í að raunverulega sjá hluti á þessu biðraða Expo. Markmið mitt að gefa öllum sem hlusta raunverulegar hagnýtar aðferðir. Vegna þess að satt best að segja, þá hefur Expoið sjálft ótrúlega hluti þegar þú kemst framhjá skipulagslegu hindrunum. Þú myndir ekki trúa sumum sýningaskálunum. Ég þegar húkt. Það hljómar eins og margir gestir gætu fyndið fyrir smá, eigum við að segja yfirþyrmingu áður en þeir byrja jafnir að skipuleggja. Hver var algeng reynsla eða kannski almenn vending fólks á móti raunveruleikanum sem þú upplifðir á staðnum í Osaka? Það hljómar eins og smá áfall fyrir kerfið. Hvað í ósköpunum voru þeir að hugsa með sumt af þessu? Þú veist, stórir viðburðir, sérstaklega heimsýningar, eru alltaf spennandi. Það þessi suð, það ekki? En það líka þessi undirliggjandi svona ótti við mannfjölda og endalausar biðraðir, það ekki? Það getur virkilega dregið úr eldmóðunum.
Áður en ég fór til Osaka þá hafði ég örugglega svipaðar hugsanir eins og allt í lagi ætla ég aftur að eyða helmingnum af ferðinni minni bara í að standa. Ég var viðbúin venjulegu amstri en Osaka það hafði sitt eigið einstaka flækjustig segjum það bara, mjög þykkt lag. Guð minn góður. Svo það hlýtur að hafa verið eitthvað stund, eitthvað aha, eða kannski stund sem fekk þig til að segja allt í lagi, ég þarf virkilega að finna út úr þessu kerfi og finna út úr því núna ef ég ætla að ná sem mestu út úr þessari ferð. Þú hlýtur að hafa hugsað, þetta brjálæði. Algjörlega. Þar hófst þér raunverulega ævintýri eða kannski púsluspilið. Osaka Expo 2025 miðar og þú veist allt þetta sýningaskála búkunakerfi, það uppsetning sem ég held ruglaði marga þar á meðan mig sjálfan svo sannarlega í fyrstu. Það þessi lottó mismanandi miðaflokkar og þessi, stundum hreinlega pirrandi erfiða vefsíða. Satt best að segja, hver hannaði þetta? Hvað var þá vendpunkturinn, þessi mér nóg boðið? Fyrir mig var raunverulega hvatning þessi 40 til 60 mínútna biðrað við inngangin á fyrsta degi sem fylgdi strax eftir með því að sjá þessar 2 tíma biðraðir fyrir söma helstu sýningaskálana. Ég hugsaði bara, allt í lagi Músa, það hlýtur að vera betri leið en þetta, það hlýtur bara að vera. Þú veist hvað ég meina. Og þess vegna við að tala þetta núna. Expoið þú veist, raunverulega á sjóndeildarhringnum fyrir marga sem að skipuleggja ferðir. Og ég vil sannarlega ekki að nein eyði dýrmætum klukkustundum í biðróð eins og ég gerði næst því. Þessar upplýsingar þær lífsnauðsynlegar í rauninni ef þú vilt nýta tímann þinn þar sem best og þú veist geðhelsuna þína. Himnarnir forði þér frá því að tapa henni. Svo þú að koma inn sem okkar eigum við að segja Expo Sensei fyrir þennan þátt. Hvaða lykilsveðum ætlar þú að leiða okkur í gegnum í dag til að hjálpa hlustendum að skipuleggja heimsóknir sína á skilvirkara hátt og vonandi forðast suma af þessum biðraða tengdum höfuðverkjum vegna þess engum líka við þá? Geturðu ímyndað þér eitthvað verra? Expo Sensei, það líkar mér. Já, hugsaðu mig, eða réttara sagt þennan podcast og mína 3 daga af Expo tilraunum og mistökum sem þinn leiðbeinanda á þessari tilteknu ferð. Ég mun leiða þau í gegnum allt skref fyrir skref, frá smáatriðum Expo ID skráningar, vali á réttum miðum fyrir þinn stíl, afhjúpun á, leyndarmálum sýningaskálana til nokkra útsmókna aðferða til að ná í þessar fágættu samdegusbókunir. Þetta snýst allt að vera svolítið slungin, skilurðu? Hlýlegur, bjóðandi tón, útsmognar aðferðir, það hljómar enn betur. Svo þetta innsýn sem fættust eins og þú sagðir eftir erferleikum. Það hljómar eins og þar séu sögur, hvílík saga sem það hlýtur að vera. Örugglega. Þetta leksíur sem ég lærði eftir erfiðleikum, svo að segja, með mikilli eigum við að segja athugunar rannsókn í biðröðum. Markmið mitt að hjálpa öllum sem lusta að fá mun upplýstari og fingurkrossaðir virkilega ánægjulega Expo upplifun án þess, þú veist, að líða eins og þeir séu bara í endalausri biðröð fyrir, allt. Það ekki draumurinn? Allt í lagi, skulum þá kafa ofan í fyrstu hindrunina eigum við, Expo ID skráningin. Hver algjörlega fyrsti liðurinn sem fólk þarf að gera og einhverjar algengar gildrur sem ber að forðast strax í upphafi til að spara mikla gremju síðar? Ég að taka minnispunkta, þetta gull. Rétt, fyrsti og svona mikilvægasti þröskuldurinn þessi Expo ID skráning. Þetta ofboðslega mikilvægt. Þú þarft yfirleitt að gera þetta áður en þú kaupir flesta miða. Og hér fyrsta gullna ráðið, eitthvað sem ég festist örugglega í stund. Expo ID þitt verður að nota aðeins litla stafi. Ég fékk stöðugt villu og ég var eins og hvað í gangi? Þar til ég loksins fattaði það. Þetta var ein af þessum ertu að grínast augnablikum fyrir alla muni. Aðeins litlir stafið, það svo einfalt en samt svo auðvelt að missa af því, það ekki?
Eru einhverjar aðrar sérkennilega heiti með ID-ið sem fólk ætti að vera meðvitað Guð minn góður, hvað annað gæti verið? Já, líka ef nafnið þitt nokkuð algengt, þá getur það hjálpa stundum að bæta við tákni eins og undir striki undir upp í lokin ef það segir að ID-ið sé upptekið. Þú gerur þetta allt á opinberu vefsíðu Osaka Expo 2025 og ekki hafa áhyggjur fyrir allar þessar vefsíður sem við erum að nefna eins og opinberu síðuna, Klúk, Expo Quick síðuna, miðaportalinn, aðgengi, upplýsingar reiðufjárlaust greiðslukerfi, allt þetta. Við munum sjá til þess að setja beina tengla og allt í sýninganótunum í podcastlískuninni svo þið geti fundið þar auðveldlega. Þetta ID, það þinn algeri lykill, sérstaklega fyrir miða sem leyfa þér að bóka sýningarskála fyrrafram, svo gerðu það og þú ert þegar búin að taka stórt mikilvægt skref. Treystu mér í þessu, þú munt ekki sjá eftir því, það? Expo ID klárt á, gott ráð með tenglana í lýsingunni, það verður mjög gagnlegt fyrir alla. En hvað með miðana sjálfa? Það hljómar eins og það séu ansi margir möguleikar. Kannski eru sumrir auglásir bandamennir fyrir góða ferð og kannski eru aðrir, ekki alveg óvinnir en minna heppilegir eftir áætlunum þínum og satt best að sæja þolinmæðustík þínu. Hvílíkt jarðsprengjusvæði. Þú hefur rétt fyrir, margir möguleikar og það gott að vita hverjir þeirra henta þér og þínum ferðastíl því ein stærð passar örugglega ekki öllum hérna. Fyrst einstaksmiðin, það 50 bandaríkjadalar, eitthvað svoleiðis, gott fyrir þú veist, virkilega einbeittan dag. En varúðarorð, helgaverð geta oft verið hærri, svo hafðu það í huga. Hver vissi það? Gott að vita, hvað fleira í boði? Þeir hafa ekki gert þetta auðvelt, það? Svo vikudagsmiðin 40 bandaríkjadalar, svo ef þú getur farið mánudaga til frestudaga, þá það örugglega hagkvæmara og jæðart minni troðningur sem bónus. Kvöldmiðin, þessi varð minn persónulega uppáhaldur 25 bandaríkjadalar held ég, aðgangur eftir klukkan 17, sýningarskálar byrja yfirleitt að loka klukkan 21, 21:30 og allt svæðið klukkan 22 og biðráðisna Sara, vergilega styttrar. Þetta var risastór sigur að mínu mati, satt best að segja, algjör bjóðtrögnun. Geturðu trúað munin? Hlýlegur bjóðandi tón. Kvöldmiðin hljómar eins og snillabragð, minni troðningur, betra verð. Hvað þar ekki að líka eiginlega? Þetta eitt sem ég mun muna, snillt. Nákvæmlega og að lokum árskortið 200 bandaríkjadalir. Þetta borgar sig í rauninni bara ef þú ætlar virkilega að fara marga sinnum. Það krefst líka andlitsgreiningar það eitt, svo aðeins meira vesen. Nú, hvar á að kaupa? Opinbera Expo síðan eða síða eins og Klúk? Aftur, allir þessir tenglar verða í lýsingunni, engar áhyggjur, þær áreiðanlegar. Þú vilt ekki láta svíkja þig, það? Og þessir fljótlegu miðar sem þú nefndir áðan, hvað málið með þá? Rétt, það líka eitthvað sem heitir Expo Quick síða. Hún einföld en hér hakinn, eins konar fallin óvinnur ef þú vilt. Þessir fljótlegu miðar leyfa þér ekki að bóka sýningaskála fyrirfram. Þú þarft að nota sjálfsafgreiðslustöðvarnar á staðnum fyrir það, svo smá áhætta og þinn stærsti bandamaður í þessu öllu að kaupa meðana þína fyrirfram og afgerandi bókaðu heimsóknar dagsetningu og tíma. Ég keypti mína svona 8 dögum áður og jafnvel þá voru klukkan 9 og 10 aðgangstímarnir þegar fullir. Við urðum að fara klukkan 11, svo því fyrr sem þú getur læst því betra örugglega. Engin spurning það augljóst mál, það ekki? Þetta virkilega frábær haðnýtt ráðu miðana. Nú skulum við reyna að takast á við þessar stundum óttaslegnu sýningaskála bókanir. Þú nefndir lottókerfi sem hljómaði, svolítið eins og fjárhættuspil og mögulega pirrandi ef þú færð ekki það sem þú vilt. Mannkynið.
Svoldið eins og fjárhættuspil mjög kurteisleið til að orða það, Sara. Sýningaskála lottóið, satt best að segja, það leið stundum svoldið eins og endurtekin brandarir verði að segja. En ég held ég hafi loksins ráðið kóðan. Margir af efstu sýningaskálunum krefjast bókunar og flestir þeirra nota þetta lottókerfi. Góðu fréttirnar eru þær að það ókeypt að taka þátt. Þú velur bara sýningaskálana og þú veist tímana sem þú vilt reyna við, hversu erfitt getur það verið, það? Svo hversu marga möguleika færðu? Þetta einu sinni mál, eða? Yfirleitt eru helstu lottóumferðirnar 2 mánuðum áður, 7 dögum áður og svo síðasta 1 degi áður, svo nokkrir betar af kirsuberinu, svo að segja. Mín aðgerðaáætlun sem var mótuð af mikilli gremju og glápi á villuskilaboð var þessi. Í fyrsta lagi, og þetta lífsnauðsynlegt, tengdu keifta miðana þína við Expo ID þitt á Expo miðaportalnum. Þar tenglir fer líka í lýsinguna auðvitað. Þetta nauðsynlegt til að taka þátt í þessum fyrirfram lottóum. Fylgirðu? Allt í lagi, miðar tengdir. Hvað næst í þessari stóra áætlun? Þetta verður spennandi. Í öðru lagi ákveðu í hvaða lottó þú tekur þátt. Þú getur og ættur sennilega að prófa þær allar fyrir mismunandi hluti af hvern ekki, það? Í þriðja lagi gerðu alltaf 5 snjalla valkosti í hverju lottói. Þetta geta verið fyrir mismunandi sýningaskála eða hér mitt svona leynivopin, mitt atvinnuráð, notaðu alla 5 valkostina þína á mismunandi tímum fyrir einn sérstakan sýningaskála sem þú algerlega verður að sjá. Settu öll eggin þín í þá einu mjög eftirsóttu körfu. Djarf, það ekki? Ó, það snjallt, svo þú virkilega að einbeita möguleikum þínum að þínum efsta valkosti, frekar en að dreifa þeim þund. Athyglisvert, mér líkar stíluð þunn. Nákvæmlega, það aukir möguleika þína á þeim einu vinningi að minnstakosti á orði. Í 4. lagi sendu inn valkostina þína og þú getur yfirleitt breytt þeim fram að frestinum sem hentugt ef þú skiptir skoðun eða heyrir nýtt ráð. Að lokum, og þetta mikilvægt, athuga niðurstöðurnar beint á Expo miðareikningunum þínum. Ekki bara sitja og bíða eftir tölvuposti, því stundum koma þið ekki eða þeir eru sein eða þeir fara í russpost. Þú veit hvernig það hvílíkur pirringur. Hlýlegur bjóðandi tón. Svo virkaði þessi meistaraplan fyrir þig? Fannstu gull? Ég vann reyndar eftirsóttan stað í Sumitomo sýningastálanum í 6 daga lottóinu með því að athuga reikningin minn vandlega. En góðar fréttir fyrir þá sem ekki elska lottó. Ekki allir sýningaskálar krefjast bókunar. Stóru eins og japanski sýningaskálin Sumitomo og Gundam sýningaskálin eru yfirlegt að þeim lista yfir þá sem verður að bóka, svo vertu viðbúin þeim. Þarna frumskógur. Svo, $1.000.000 spurningin, Músa. Hvað ef heppnin bara ekki með þér í lottóinu? Þú búin að velja 5 valkosti fyrir þann sýningaskála sem þú verður að sjá og ekkert. Það þá eins konar endirinn fyrir þessa vinsælu staði eða eru kannski aðrar leiðir til að, þú laumast inn eða að minnstakosti reyna? Von? Segðu mér að það sé von. Þar hefst hinn raunverulega prófraun á Expos reki þínu, Sara. Ef þú vinnur ekki í lottóinu, þá algerlega undir engum kringumstæðum ekki gefast upp. Þegar þú líkamlega inni á Expo-svæðinu, haltu áfram að reyna við samdægu staði. Nýjir staðir birtast í appinu, trúi því eða ekki. Þú verður að vera þrautsegur, endurnýja appið stöðugt eins og líf þitt væri undir því komið. Ég náði að komast inn í kóriska sýningaskálan á þennan hátt á öðrum degi mínum, bara með því að vera, svolítið þráhyggjufullur með endurnýjunarhnappin á meðan ég sötraði mjög dýrt kaffi. Maður gerir það sem maður þarf að gera, það ekki? Svo árvegni líkilatriði jafnvel eftir að þú komin í gegnum hliðin. Þú nefndir líka áðan mannfjöldan og mögulega skynjunaropleðslu. Það virkilega mikilvægt atriði, sérstaklega fyrir fjölskyldur eða alla sem finna fyrir áskorunum í slíku umhverfi, það ekki? Það hljómar eins og martröð fyrir suma. Ó, örugglega. Önnur stór áskorun hinn gífurlegi fjöldi fólks og, stöðug skynjunarintaka, hávaðinn, ljósin, allt. Þetta var sérstaklega erfitt fyrir einhverfa son minn. Við náðum því mismunandi aðeins að
að sjá einn sýningaskála á einum af dögum okkar því það var bara of mikið fyrir hann. Jafnvel að fara út af Expo-svæðinu fól í sér þessa risastóru, hægfara bíðræðir. Þetta var mikið. Ímyndaðu þér bara. Svo hvað ráðið þar? Hvernig tekst maður á því svoleiðis? Þú verður öruglega skipuleggja pásur, öruglega. Ég heyrði að Expo nefnir lágáræti svæði á aðgengisíðu sinni. Aftur, við reynum að fá tengil á þær upplýsingar í lýsinguna. Það virkilega þess verð að skoða þau ef þú eða einhver með þér gæti haft gagn af þeim. Það virkilega mikilvægur punktur fyrir margar fjölskyldur og eitthvað sem ég vildi að ég hefði vitað meira fyrirfram held ég, satt best að segja. Hví líkir lífsbjargir sem þau gætu verið? Það svo dýrmætt innsýn, Músa. Þetta snýst ekki bara að komast inn í hluti, heldur að gera alla upplifunina viðráðanlega og ánægjulega fyrir alla. Þrátt fyrir þessar, verulega hindranir, fannstu greinilega aðfæðir sem virkuðu fyrir þig. Geturðu deilt fleiri af þínum helstu Expo-brögðum sem hlustandur okkar gætu kannski bætt við sinn eigin verkfærakassa? Þessar raunverulegu perlur, leynisósan. Algerlega. Þetta eru svona skínandi verðlaunin frá öllum þessum prófraunum og þrengingum svo sannarlega. Það sem raunverulega virkaði. Í fyrsta lagi mitt númer 1 lotto-leyndramál aftur því það vert að endurtaka. Ef þú átt örvæntingarfull að sjá einn tiltekinn sýningaskála, nota alla 5 lottovaldkostina þína á mismunandi lausum tímum fyrir þann sýningaskála. Það eykur virkilega möguleika þína á þeim eina tiltekna hjöt. Það ekki skynsamt? Skilið, hvað flera í töfrapokanum þínum? Segðu frá. Þrautsegur með samdagustani. Haltu áfram að endurnýja þetta bókunarapp, jafnvel á meðan þú til dæmis að bíða í öðrum biðröðum eftir mat eða eitthvað unnur. Það virkar. Ég náði í sýningarskálastað aðeins mínútum eftir að ég var raunverulega komin inn á Expo-svæðið. Það leið eins og að vinna aftur í lottóinu. Og aðeins með bókanagóðsögun eða miskynningurinn, sumir sýningaskálar gætu segja aðeins með bókana í appinu eða á kortinu, en það alveg þess vert að spurja starfsfólkið kurteislega við innganginn. Stundum lítil biðráð fyrir þá sem koma ún bókunar eða staðan getur breyst yfir daginn. Það sjófarstaða fursta sveigjanleg, þú þér hissar, hver hefði það gert? Hlýlegur bjóðandi tón. Svo smá kurteisleg fyrirspurn getur náð langt og þrautsegja borgar sér. En hvað með að rata í appinu sjálfu? Eru einhverjar sérkennilega heit þar sem gætu komið fólki á óvart? Vegna þess að app geta verið svo vandasöm, það ekki? Ó, appið! Opinbara Expo 2025 gestaappið getur verið svoldið hægt, ég viðurkenni það. Það ekki það hraðasta. En það nokkuð mikilvægt til að athuga bókunarþarfir og núverandi biðtíma. Eitt skemmtilegt atriði. Þegar þú leitar að sýningaskálum, ef þú finnur engan með því að slá inn nafnið, prófaru þá tóma leit. Íttu bara á leitarnappin án þess að skrifa neitt í reitin, stundum kemur þá allir listin upp. Það skrítið. Geturðu skilið þá rökkfræði? Allir stóri stafir fyrir Gundam, skilið. Þetta einmitt sú tegund af innherja upplýsingum sem við erum hér til að fá. Frábært. Og fyrir Gundam sýningaskálan af einhverri ástæðu þurfti ég að skrifa nafnið með öllum stórum stöfum til að hann birtist. Bara eitt af þessum litlu atriðum, þú veist, leyndardómar apphennunar. Mitt bragð fyrir hópa var þetta. Ég keypti 3 miða með mínu eina Expo-ID. Það var fyrir konuna mína, vin og mig sjálfan. Við komumst öll inn saman með því að nota bara QR-kóðana í símanum mínum. Mjög auðvelt að komast inn, satt best að segja. Einstaklings-ID alveg ef þið ætlið að skipta ykkur upp fyrir aðskildar sýningaskálabókaninir eða ef það ákveðnar gagnvirkar sýningar sem krefjast einstaklingsskráningar. En bara til að komast inn þá dugar oft eitt ID, svo einfalt það, ha? Þetta sannarlega frábær, mjög hagnýtt ráð, Músa. Svo þegar við tökum saman allar þessa fjölbreytu upplifanir og snjöllu ráð, hver þá helsta svona skilabúðin sem þú vilt koma framfæri við hlustandur okkar þegar þeir byrja að skipuleggja sína eigin Osaka Expo 2025 ferð? Hvernig geta þeir best nýtt sér þessar leksjur sem þú hefur deilt í dag? Hver gullna replan? Allt í lagi, svo stóra myndin, stóra strategían það.
Í fyrsta lagi og umfram allt, skipulegging algjörlega nauðsynleg. Notaðu hvert lottotækifæri sem þú getur. Þegar þú ert raunverulega inni á Expo-svæðinu, vertu eins og hákur yfir þeim samdægustöðum sem gætu losnað. Þú verður að sætta þig við að það verða biðraðir fyrir söma hluti og þú veist, reyna að vera þolinmóður. Treystu mér, ef þú gerir það, þá muntu sjá sannarlega magnaða hluti. Já, það smá vessens virði. Það ekki alltaf þannig með ferðalög? Og tímasetning, einhver töfratími, það dagur? Í öðru lagi mundu að kvöldstundir yfirleitt áberandi minna troðnar. Vikudagar örugglega betri en helgar ef tímaáætlun þinn leyfir svo sannarlega. Og ekki gefast upp á appinu, jafnvel þótt að sé stundum svolítið pirrandi. Trótt fyrir allt upphaflega svona vessennið og lærdómsferlið þá náði ég að sjá flesta af efstu nauðsynlegu sýningaskálana á mínum 3 dögum þar, svo það mögulegt. Sérðu, það von. Það hvetjandi að heyra. Einhverjar aðrar svona lokahagnýttar upplýsingar sem fólk ætti að hafa í huga áður en það parka töskunum, þessi smáatriði? Ó já, mikilvægur hagnýttur punkt. Expoið reiðufjarlaust svæði. Við munum sjá til að setja tengil á þær sérstöku upplýsingar reiðufjarlaust greiðslukerfi í lýsinguna líka, auðvitað. Svo ekkert reiðufjö fyrir neitt á staðnum. Þú þarð að nota IC-kort eins og Suica eða ICOCA eða þú veist öðra rafræna greiðslumöguleika. Þeir líka með reiðufjö í kortvélar í boði ef þú endir í vandræðum, bara svo þú vitir, svo þú verður ekki alveg strandaglóp. Guðið sé lof fyrir það, ha? Og þessir fljóttlegu miðar, svolítið áhættusamir? Og ein síðasta mikilværa viðvarund varðandi þessa fljóttlegu miða sem ég nefndi áðan. Ef þú kaupir þá miða af þeirri tilteknu síðu, þá engar öndurgreiðslur eða dagsetningarbreytingar leyft, svo vertu mjög viss áætlanir þínar áður en þú kaupir þá. Lesu smáa letrið í því tilfelli. Þú vilt ekki lenda í neinum óþækjunum óvættunum, það? Ó, þetta hefur verið ótrúlega fróðlegt, Músa, og mér finnst ég hafa nært svo mikið núeðvind og ég hef engins bókað flug. Þú hefur örugglega afhjúpað mikið af þessu, oft rugglingslega ósaka expoferli. Einhver loka orða visku fyrir hlustendur okkar eða og þetta mikilvægt, hvar getur fólk fundið meiri ferðaráðgjöf frá þér og æventýrum þínum, kannski ef það kýst frekkar að lesa hlutina en bara hlusta? Hver næsta skref fyrir þá? Hlýlegur, bjóðandi tón. Til að draga þetta allt saman í rauninni að sigrast á biðröðunum og eiga sannarlega frábæra og eftirminnilega upplifun á Osaka Expo 2025 örugglega mögulegt. Það krefst bara smásnjallar, fyrirfram skipulagningar og góðs heilbrigt skamts af þolimæði þegar þú ert þar. Ekki láta hugsunina biðraðir fæla þig alveg frá. Geturðu lofað mér því? Ef þér líkaði þessi alla fyrsti þáttur af bergmáli, vinsamlegast íhugaðu að gerast áskrifandi á podcastinu okkar, kannski skilja eftir umsögn ef þú ert gefmildur og, þú veist, gefa okkur engun ef podcast-appið þitt leyfir það. Það hjálpar virkilega öðrum ferðalöngum að finna okkur. Og fyrir lesendurna þarna úti? Þeir sem vilja sjá allt skrifað meður? Ég verð örugglega með Söru aftur í næsta þætti með nýju ævintýri og já, algjörlega, fyrir ykkur sem kjósið frekar að lesa nánar svona efni eða viljið bara enn fleiri almennt ferðaráð, áfangastalaleiðbeiningar og kannski einhverja hvetjandi sögur, þá endilega ekki gleyma að heimsækja vefsíðuna okkar withwonder.com. Við reyndar með fulla ítarlega úttekt á þessari Osaka Expo leiðarvísi þár á síðunni með öllum tenglunum sem við höfum nefnt og ég meina öllum þeim og allt þú veist skýrt framsett. Tengillin á withwonder.com verður auðvitað rétt þar í lýsingunni á þessum podcastþætti, svo kíktu á það. Hvað segjur svona þjónustu? Músa, kjarrar þakkir fyrir að deila með okkur þinni ómetanlegu og augljóslega mjög erfiðu expo-reynslu í dag. Jæja, gott fólk, þetta þá nánast allt fyrir okkar allar festa bergmál. Guð minn góður, klukkan nú þegar orðin svona margt?
Tíminn, eins og sagt flýgur þegar maður djúpt í skotgröfunum við Expo skipulagningu. Hann gerir það svo sannarlega, það ekki? Leiðin svo 5 mínútur. Við höfum siglt völundarhús Osaka Expo miðasölu og vonandi finnst ykkur öllum því þeirra aðeins betur undirbúin og, þori að segja, spennt. Minn uppáhaldsluti, örugglega allt inn lottóbragð Músa fyrir þann sýningarskála sem verður að sjá. Það var ansi snjallt, verði að viðurkenna. Hvílík strategía. Svo til allra okkar frábæru hlustendum, takk fyrir að hlusta á okkar allra fyrsta þátt. Við erum svo himinlífandi að hafa ykkur með okkur. Algjörlega. Takk fyrir að hlusta allir og hei, ef ykkur líkaði það sem þið heyrðuð, gerið okkur þá stóran greiða og ítið á áskriftahnappinn og ef ykkur virkilega líkaði það, þá kannski segið vini frá. Við stefnum að því að byggja upp frábært samfélag hérna. Svo sannarlega og hér smávegis til að hlakka til. Við erum með markmið þegar við náum okkar fyrstu 1000 áskrifendum. Þá ætlum við að halda virkilega skemmtilega keppni með mögnuðum ferðatengdum óvæntum uppákomum. Svo því fyrr sem við náum því fyrr hefst fjörið. Þú vilt ekki missa af því, það? Ó, keppni, nú talarðu. Svo já, vinsamlega gerist áskrifendur, deilið og verið tilbúin fyrir það. Og auðvitað allar vefsíðurnar sem við rætum í dag, frá opinberum Expo-síðum til klúkk og okkar eigin withwonder.com, allir þeir tenglir bíða ykkar í podcastlýsingunni. Einfalt mál. Frábært. Jæja, þar til næst í bergmáli. Hafið passana við höndina og æventýra þrána ennþá meira við höndina. Góða ferð allir. Hvílík ferð sem þetta hefur verið í dag. Ég hefði ekki getað sagt það betur sjálfur. Haldið áfram að kanna, gott fólk.